Hér eru Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra og Helga Árnadóttir frá Samtökum ferðaþjónustunnar. Sælverði, við ætlum að tala vaskinn á ferðaþjónustunum og kannski svolítið almennt ferðaþjónustunum líka. Benedikt, virðisaukaskattur á ferðaþjónustunum verður hækkaður samkvæmt ríkisfjármálaáætlun og þú heldur því fram fullum fetum að greinin beri þessa skattahækkun sem hún úr 14% upp í 22,5%. Já, reyndar 11 en það 11, já. 11 er lægra þrepi núna. Já, það sem hefur verið náttúrulega ferðaþjónustan hefur verið í lægra þrepinu sem mönnum hefur þótt eðlilegt vegna þess að þetta hefur verið grein sem hefur verið svona, var ekkit sérstaklega stór fyrir 6-7 árum og svo hefur hún eins og vaxið alveg gífurlega mikið eftir eldgosin, Eyjafjallajökli og Holuhrauni. Þetta hefur náttúrulega verið stórkostleg auglýsing, vaxið svo mikið að hún farin að ryðja öðrum greinum út. Það voru milli 3.000 og 4.000 mann sem bætast í greinin á ári af störfum og hún orðin 8% af vergri landsframleiðslu og 27% ef maður horfir á svona afleitu áhrifin og þá nú eðlilegt að hún sé í sama skattaumhverfi eins og aðrar greinar finnst okkur. Það þannig, ef við tökum virðisaukaskattinn sérstaklega, þá borgar ferðaþjónustan eða borgaði í fyrra rétt rúma 5 milljarða í virðisaukaskatt í þessum greinum þar sem áformað að breyta skattinum sem milli 2,5% og 3% en það var auðvitað eðlilegt að hún skilaði það bil 8% svona eins og hann og skulum ekki gleyma því að þetta hefur haft gífurleg áhrif á hagkerfið, þessi mikla aukning og þessi hraði vöxtur, þannig ég held að skipti miklu máli að dempa vöxtinn og breytingin líka liður í því, þetta svona efnahagsaðgerð þar sem við erum meðvitað að reyna að dempa vöxt ferðaþjónustunnar. Auðvitað allir mjög ánægðir með að það gangi vel, það sé gangur í greininni, en þegar eru 20% hækkanir ár eftir ár og meira sé að fyrstu 3 mánuði ársins, það var 40 og eitthvað % fjölgun á gistinóttum í janúar og núna nýjustu tölur frá því í mars voru 17% aukning á gistinóttum. Þetta fara að nálgast mettunarmörk. Helga, þetta náttúrulega dálítið sterk rök hjá Benedikt að þessi gríðarlega öri vöxtur, annars vegar það hvort það þurfi ekki að dempa þennan vöxt og hins vegar hvort að greinin sé ekki bara hreinlega aflögufær. Þetta eru rök en við teljum að hluti þeirra allavega haldi ekki vatni og ástæðan sú að hann talar að ein ástæðan sé svo að það þurfi að dempa vöxtinn. Það sannarlega búin að vera mikill vöxtur í fjölda ferðamanna núna síðustu ár. Það að dempa vöxtinn, þetta ekki stýritæki til þess á okkar mati. Það verið að tala að dempa vöxtinn, hvaða greiningar liggja þar að baki? Þarf að dempa vöxtinn út á landi, þarf að dempa vöxtinn við vetratíman og svo framvegis. Auðvitað þarf að skoða þessa þætti miklu meira grundigt og gera þá viðeigandi ráðstafanir og við teljum að sjálfsögða séu miklu betri stjórntæki til þess að ef það verið að horfa á þetta út frá vaxtaþættinum og það nú líka athyglisvert að Benedikt segi þetta vegna þess að þegar fjármálaáætlunin var kynnt að þá átti þetta ekki að hafa áhrif á fjölda ferðamanna þannig að þarna hefur orðið 180 gráðu viðsnúningur. Nú svo hefur verið að tala að greinin sé orðin það stóra, hún eigi þess vegna að fara í efra virðisaukaskattsþrepið. Í virðisaukaskattsþrepið ekki sett upp þannig að stóru greinarnar séu í efsta þrepi, svo milligreinarnar í miðjuþrepinu og svo í núllþrepinu minnstu greinarnar. Þetta ekki, kerfið virkar ekki svona. Virðisaukaskattskerfið þannig að það eru 3 virðisaukaskattsþrep. Svo erum við með undanþágu frá virðisaukaskatti og þar nú 30% af öllum greinum landsins inni. Stærstu greinarnar í núllþrepinu, það að segja aðrar útflutningsatvinnugreinar en ferðaþjónustan, þær eru í núllþrepi, það að segja þær greiða engan útskatt en geta greitt innskatt. Við erum hins vegar í lægra þrepi og af hverju?
Það út af samkeppnissjónarmiðum, það að segja, ferðaþjónustan í öllum okkar samkeppnislöndum þar sem eru 2 skattþrep í lægra þrepi að samkeppnissjónarmiðum. En ferðaþjónustan aflögufær? Ef þú bara horfir á það og menn myndu horfa á það og þetta eðlileg spurning vegna þess að fjöldinn hefur verið að aukast til muna, þá svo mikilvægt að gera greiningar. Ef þú horfir á afkomu fyrirtækjara, þá hefur hún verið að versna. Og af hverju hefur hún verið að versna? Jú, af því við sjáum það bæði út af þessum 20% höggum sem ferðaþjónustan hefur verið að kljást við hvað var að bæði styrkingu krónuna og launahækkanir og við skulum ekki gleyma því að ferðaþjónustan mjög vinnuaflsfrek atvinnugrein. Svo það líka, það eru þessi 2 þættir og það var annar þáttur sem ég ætla að minnast á þetta líka, en þessir þættir skipta gífurlega miklu máli og annað líka að greinin búin að fjárfesta alveg svakalega fyrir 109 milljarða í fyrra einmitt til að geta tekið á móti þessum ferðamönnum, byggt upp þá innviði sem svo nauðsynlegir eru og maður auðvitað myndi vilja sjá stjórnvöld koma í ríkari mæli inn í þá uppbyggingu. Þessir þættir sýna okkur svart á hvítu, já og svo það neysla ferðamannana, hún bara að breytast, neyslumunstrið að breytast. Af hverju? Vegna þess að það að þú farir í frí til útlanda, þú ert með ákveðið svona áætlun hvað þú ætlar að ráðstafa miklu af þínu fé í þinni heimamynt og menn hreinlega eru farnir að breyta neyslumunstrinu og það eru þessir þættir sem við mestar áhyggjur af. Þú borða minna, borða ódýrar og vilja, já hvað? Þú væntanlega þekkir það og líka þeir ferðast fjær frá höfuðborgarsvæðinu, þeir fara í styttri ferðir og svo framvegis. Þess vegna gengur þessi umræða, hún gengur ekki upp að þetta ekki í línu við stefnu stjórnvalda hvað varðar uppbyggingu á ferðaþjónustunni. Já, þetta er ekki alveg rétt vegna þess að á fyrsta fundi þá sögðum við að þetta myndi væntanlega ekki leiða til fækkunar ferðamanna, þannig við höfum alveg verið sjálfum okkur við það, við teljum þetta dempa vöxtinn, þannig að þar er alveg sama stefna áður. Og nauðsynlegt að dempa vöxtinn? Já, það er alveg nauðsynlegt vegna þess að þetta reynir mjög mikið á innviði, bæði á ferðamannastöðunum, á vegunum, vegakerfinu sem við viljum auðvitað byggja upp og það er auðvitað okkur mjög mikilvægt sem þjóð að við skilum landinu jafngóðu eða betra til framtíðar eins og við tókum við því og við verðum að horfa á það að því nú segir ferðaþjónustan þetta mun valda okkur alvarlegum búsifjum. Í fyrra var verðbólga á Íslandi rétt 1,5%, milli 1,5% og 2%, en hvað hækkaði verðlega mikið í ferðaþjónustunni? Það hækkaði 11% ofan á hækkunina sem verður fyrir erlenda ferðamann út af styrkingu krónunnar. Þannig að það er náttúrulega, og hvaða afleiðingar hafði það? Það hafði í för með sér rétt tæplega 40% fjölgun ferðamanna í fyrra og hún heldur áfram, ekki alveg á sama hraða og það er ágætt. Þú meinar að ferðaþjónustan sé bara að taka til sín meira? Ferðaþjónustan hefur tekið til sín meira af tekjum. Það er það alveg rétt sem forráðamenn ferðaþjónustunnar og einstakir aðilar í ferðaþjónustunni benda á að dreifingin hefur ekki verið jöfn yfir landið. Það er víða til dæmis á Austfjörðum og Vestfjörðum að þar hefur ekki verið sambærileg aukning við það sem hefur verið á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega í vetrarferðamennsku. En annars staðar þá kom ánægjulega fréttir, það kom til þess fréttir það frá sveitarstjóranum við Mývatn að þar væri nánast allt upphandað frá því núna í maí og bara fram á haust. Þannig auðvitað er þetta misjafnt, en við ætlum að segjum, þá verðum við að bregðast við því með því að auglýsa þessi svæði, efna til markaðsherferðar og ég held að sé mjög ánægjulegt að stóru fyrirtækin og forysta ferðaþjónustunnar ætlar að styðja þá þessi veikburðasvæði í því og ríkisvaldi í því að styðja þau. En er þetta ekki eitt kjarnamál? Það er alveg kloss uppselt á Suðurlandi og partur á Suður-Vesturlandi og við Mývatn og hugsanlega kannski á Akureyri, en svo eru önnur svæði það sem eru miklu færri. Akkurát og það er það sem við erum að segja. Ef að markmiðið er að dempa eða fækka ferðamönnum, þá er þetta ekki stýritæki til þess. Við eigum að horfa til skipulags, aukins skipulags, álagsstýringar og þess áttar. Nú,
Svo það annað sem það að fara að tala að svo þá að sérstaklega fara að markaðsetja landshluta og svo framvegis. Þetta bara algjörlega í mótsögn við stjórnarsáttmála. Það verið að tala það að það eigi að draga úr ívilnunum, það eigi að horfa á skilvirkara kerfi og svo framvegis. Þetta auðvitað bara til þess að flækja hlutina. Það ekki bara það, svo kemur þar mjög skýrt fram að það þurfa að tryggja gagnvart ferðaþjónustunni, aukna arðsemi hennar. Af hverju? Jú, út af því auðvitað það ein heilbrigða leið til þess að auka verðmætasköpun í landinu og þannig fjármagn til ríkisins. Það að ætla með einu pennastriki að leggja 20 milljarða skattaálögur til viðbótar, það 4 sinnum veiðileyfagjald á ári til þess að í raun og veru að dempa kraftin úr greininni, minnka þannig til framtíðar gæði og annað, menn hafa ekki efni á að fjárfesta og svo framvegis. Þetta verður til þess að verð og gæði fari ekki saman, neikvæðni eykst, ímynd og orðspor versnar. Þetta leiðin sem að stjórnvöld vilja fara. Við getum ekki sætt okkur við svona vegferð, menn verða að gera greiningar, átta sig á stöðunni, hverjir möguleikarnir eru, út af því ég held að þetta verði, ég geti haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir greinina. Þetta nefnilega þannig að virðisaukaskattur neysluskattur. Það leggst á þann sem að notar þjónustuna og hver eru það sem að nota einkum ferðaþjónustuna? Það eru erlendir ferðamenn. Þeir hafa verið að borga þá að meðaltali lægri neysluskatt heldur en Íslendingar. Það kemur nú þannig út með við útreikninga og okkar vönduðu greiningar sem við höfum gert í ráðuneytinu að kostnaðurinn fyrir ferðamenn hækkar svona milli 4 og 5% vegna þess að þetta rétt rúmlega 40% sem þessir þættir vega sem að hækka þarna, annað verður óbreytt og svo náttúrulega lækkar allt saman í 22,5% árið 2019. Þannig að það mjög óeðlilegt að við séum að mismuna þarna nánast eftir þjóðerni, að það sem að útlendingar nota mikið það sé í lægra virðisaukaskattsþrepi. Áhrifin á neysluverðsvísitöluna þegar við breytum þessu eru 0,06%. Það sýnir hvað þetta að litlum hluta Íslendingar sem nota þessa þjónustu. Hins vegar þegar við lækkum virðisaukaskattinn aftur að þá eru áhrifin rétt tæplega 0,5% lækkun á neysluverðsvísitölu sem kemur þá inn til þess að bæta kjör almennings. Og ég held að langflestir átti sig vel á sig. Jafnvel innan ferðaþjónustuna þar fæ ég pósta og segja menn, já við auðvitað áttum við von á þessu. Það gat ekki verið þannig að við yrðum í lægra þrepi endalaust í ferðaþjónustunni. Þetta mótmælum við en það hafi ekki alltaf miklar áhyggjur af því. Ég veit það eins og á þessum svæðum og mér finnst það miður að það skulle vera gert lítið úr því að það eigi að efla markaðsátaka á þessum svæðum. Við sögðum einmitt að draga úr ívilnun, þess vegna drögum við úr ívilnun til ferðaþjónustunnar almennt, en auðvitað viljum við byggja upp markaðinn vegna þess að það dreifir álaginu landið, það gott fyrir okkur. Þú ert alveg harður á því að þetta verði ekki tekið tilbaka? Nei, það engin ástæða til þess, en það það eins og Helga sagði, við ætluðum að draga úr ívilnunum, við ætluðum að hugsa almannahag framar sérhagsmunum og því fylgjum við í þessu máli. Við erum ekki hér að tala sérhagsmuni, við erum að tala stóru myndina. Við getum ekki sætt okkur við þær greiningar sem Benedikt að tala þessar verðtekni greiningar sem hann nefnir. Það miðað við allt annað sé óbreytt. Neyslumynstur ferðamannsins og svo framvegis. Menn verða að kynna sér þessa grein til hlítar til þess að átta sig á mögulegum áhrifum og það það sem við höfum áhyggjur af. Hann talar þessi neysluskattur, jú það alveg rétt, en það skiptir ekki máli í stóra samhenginu. Það gífurleg samkeppni á milli áfangastaða ferðamanninn og þess vegna mikil verðsamkeppni. Ég velti því fyrir mér, ef að þetta markmiðið, þá hefur ríkið miklu betri tæki. Horfum á það. Fjármálaráðherra boða þessar breytingar. Á sama tíma fer hann fyrir Isavia sem starfar samkvæmt lögum og í þeim lögum kemur fram að Isavia á að hámarka tekjur sínar eins og hægt Auðvitað hleypur þess vegna Isavia, fjölgar flugfélögum til landsins eins og hægt til þess að auka tekjur sínar. Þetta náttúrulega hróplegu ósamræmi, annað mál. Við erum í góðu samstarfi við stjórnvöld að markaðssetja landið til að fjölga ferðamönnum allan ársins hring út allt land. Þessar breytingar eru sérstaklega gerðar til þess að veikja byggðarlögin og landsbyggðina, þannig að
þetta allt saman í einu stórkostlegu ósamræmi og við getum bara ekki sætt okkur við það þegar það er engin stefna og engin sýn varðandi þessa mikilvægastu atvinnugrein landsins. Sko það náttúrulega flugfélagin að dæla hérna inn fólki alveg í stórum stíl og svo náttúrulega talaðum að Keflavíkurflugvöllur sé sennilega bara eins og ég nefndi á það, maður hryllir eiginlega við að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll í sumar eins og ástandið virðist alla vera þar. Já, það er alveg rétt hjá þér og það hefur verið mikið álag en ég held að starfsmenn þar eigi hrós skilið og það hefur þó gengið vonum framar en þarna eins og ég nefndi við þig, ef að menn ætla í alvöru æfingar til þess að fækka ferðamönnum eða tempra straumum eða annað, þá fara menn í þessi verkefni, skoða hvert er hlutverki Isavia, eiga þeir að vera dælin hérna flugfélögum eins og hægt er, hvernig ætlum við að fjölga ferðamönnum landið, allan á sem syngur svo framvegis, það að veikja fyrirtækin, draga úr þeim allan mátt, það er ekki vænlegt til árangurs. Lokaorð. Já, ég held að meginmálið í þessu og þetta er hluti af stefnu stjórnvalda að reyna að stemma stigu við styrkingu gengisins. Það fer illa með ferðaþjónustuna allt land, það fer illa með sjávarútveginn, fer illa með allar samkeppnisgreinarnar. Ef það tekst að tempra fjölgunna, að þá mun það vera einn liðurinn í því að stöðva þessa styrkingu gengisins og það er okkur öllum til góðs og þar með talið ferðaþjónustunum ekki síst henni. Þetta er bara ekki rétt leið af markinu. Helga og Benedikt, takk fyrir að koma í þáttu. Nú ætlum við að tala erfðatækni, líftækni og stóra breytingar á því sviði.